Já, komið sæl. Það er bæði mikill vindur og kuldi í kortunum hjá okkur en þessi veldur þessi djúpa lægð hérna fyrir Austurland og mikill norðan strengur sem að henni fylgir og hann mun vara alveg alla næsta sólarhringinn. Síðan á föstudaginn þá fer nú að draga úr þessu svona fyrst landið vestanvert og síðan á laugardaginn verður háþrýstisvæði yfir landinu og þá væntanlega komin hægur vindur allt land. En ef við lítum á hitasviðið að þá ansi kalt loftið sem að streymir hérna frá norður heimskautinu og svona þessi kaldasti loftmassi hann mun fara yfir landið næstu 2 sólarhringa og valda því að það verður mjög kalt hjá okkur og jafnframt því sem að það er mikill vindur að þá verður einnig mikil vindkæling en síðan á laugardaginn þegar að þessi vindstrengur farinn og þá verður nú svona hægari vindur hjá okkur en það verður áfram mjög kalt og það gert ráð fyrir að þessi kuldi endist alveg fram með næstu helgi. En svona getur þetta litið á morgun á Suðvesturlandi. Það hvöss norðanátt í kortunum hjá okkur, hvassviðri eða stormur og gular viðvaranir og frostið svona hérna kringum 5-6 stig og þetta þýðir það að það verður mjög kalt hjá okkur og sömuleiðis á norðvesturlandi verður bæði hvasst og kalt og þar að auki gert ráð fyrir því að það muni einnig vera ofankoma þannig að á norðvesturlandi verða gular hríðarviðvaranir í gildi næsta sólarhringinn og vonsku veður og það verður einnig á norðausturlandi. Þar verður líka hvasst, það verður kannski ekki alveg mikið frost svona allra austast en það verður líka einnig ofankoma og hríðarveður og í raun og veru hvergi neitt ferðaveður á landinu næsta sólarhringinn, vonsku veður í rauninu allt land. Og á Suðausturlandi viðvörunin appelsínugul, það er nú ekki gert ráð fyrir að þar verði mikil ofankoma en það verður mjög mikill vindur og það svona hvessir sérstaklega í nótt og þessi vindstrengur hann verður viðvarandi alveg allan morgundaginn og raun og veru jafnvel fram á föstudaginn sem að þessi appelsínugula viðvörun verður í gildi. Nú síðan á föstudeginum að þá fer nú aðeins að sljákka í þessu öllu saman, það verður nú áfram hvasst hérna austast á landinu og þar verður líka einhver ofankoma meðan að vestan til á landinu að þar verður svona farið að draga úr vindi og svona létta aðeins til en áfram kalt alls staðar og frosti hérna farið að fara niður fyrir 10 stigin. Og síðan á laugardeginum þegar að hæðasvæðið komið yfir landið að þá verður svona komin svona mjög hægari vindur en að samanskapi að þá fer að létta til hjá okkur og þá fer útgeislunin að ráða talsvert miklu og það kólnar á landinu og við erum farin að sjá frosttölur víða undir 10 stigum frost sérstaklega hérna inn til landsins. Nú síðan á sunnudeginum að þá nú gert ráð fyrir einhverjum svona austanátt, það svona lægðasvæði fyrir sunnaland sem að ánur reyndar ekki að ná inn á landið en þann verður nú snjókomu bakkarnir hérna bæði fyrir sunnan og vestanland og gætu í raun og veru hugsanlega dottið inn en við sjáum nú til með það en aftur á móti ætti nú að vera áfram bjart landið norðaustanvert en áfram kalt hjá okkur frostum allt land. Það sem sagt kalt hjá okkur í raun og veru alveg fram yfir næstu helgi en á morgun sérstaklega vont veður. Það viðvaranir í gangi í raun og veru all land, í öllum landslutum, hríðarviðvaranir landið norðanvert en vindviðvaranir landið sunnanvert og sérstaklega hvasst verður á Suðausturlandi þar sem að appelsínugul viðvörun verður í gildi. En við skulum láta þetta duga af þessu vonda veðri í bili. Verið sæl.